Donni Sigurðsson, eftir síðasta leik sem var sigur á móti Selfossi fyrir sunnan, það hafa verið miklu áhyggjur af því að kannski ekki áhyggjur, talaður að það væri kærkomið að komast í langt frí og púsla liðinu saman. Hvernig hefur púsluspilið gengið upp? Það er bara gengið mjög vel. Það er allir leikmenn heilir á morgun sem að hafa svona verið að glíma við smáeiginleg meiðsl. Það er svona, það er aðeins verið að glíma við langvarandi meiðsl og rudd og en eins og segja, annars eru bara nokkur heilegur hópurinn hjá okkur. En frí hefur verið kærkomið? Já, klálega, það var mjög kærkomið. Mjög kærkomið, það búið að vera mikið álag en nú er öllum farið að dauðklæja fyrir að spila aftur og ég skil það bara rosalega vel. Það er náttúrulega skemmtilega sem maður gerir, þannig að það er spennandi á morgun. Nú erum við að mæta Bojunu Bessic og hennar stelpum. Þær fóru illa með okkur, börjuðu og fyrir okkur fæti fyrir sunnan í haust. Við þarfum að kvitta fyrir það núna. Já, það væri nú ekki amalegt maður. Við vitum bara að þetta verður hörku leikur. Það eru náttúrulega á botninum og koma hingað alveg brjálaðar eðlilega því að þeim vantar stig og það verður mjög erfitt við þær að eiga. Þær hafa væntanlega nýtt sína pásu líka mjög vel og stillt sitt lið og jafnvel að við sjáum eitthvað óvænt á morgun. Það verður bara spennandi að sjá en við búumst við mjög erfiðum leik á móti mjög hungruðu KR-liði sem að verða raunin að vinna á morgun. Samt sem áður svona á síðustu 10 ára þá hefur við haft gott hangarhald á KR. Við ekki tapað þeim einu sinni fyrir og gert 1 jafntefli og unnið einhverja 14 leiki, þannig að sagan er með okkur. Já, sagan klálega með okkur en hún hjálpar okkur því miður ekki neitt á morgun. Fáum engin stig fyrir það en þetta verður bara hörkuleikur og allir leikir sem við höfum alltaf spilað við KR allan í minni tíð þá hefur verið mjög erfiðir og við höfum svona unnið bara rétt með 1-2 mörkum þannig að þetta hefur svona verið erfiðar fæðingar á móti þessu liði og ég gerir fastlega ráð fyrir því á morgun þá verður það bara erfiðleikur og við ætlum að vinna samt. Við þurfum eða bæði lið halda náttúrulega áfram að skrifa sögun á morgun þegar þau mætast en það er náttúrulega bæði lið ætla sér ekkert annað en sigur. Já, engin spurning. Það er allavega, við ætlum okkur allavega klálega sigur og við gerum ráð fyrir því að það sé saman með liðinu. Er ekki hvetja fólk til að fjölmenna á leikinn? Þetta er nú lið okkar sem við viljum hvetja og styðja og verið í toppbaráttu núna undan, bara svo lengi sem elstu menn muna næstu því. Er ekki hvetja fólk til að fjölmenna á völli? Jó, engin spurning. Ég held að við erum ennþá í rosalega góðum séns þannig séð, það má segja það. Við gefumst aldrei upp fyrir að mótið er alveg búið og ef þetta er dautt en við erum ennþá að stefna á sömu markmiðum og við höfum alltaf verið að gera og það er ennþá möguleiki, engin spurning. Þannig að við þurfum að halda áfram og við þurfum að fá fólkið með okkur áfram og hafa eins góðan stuðning og við höfum haft og jafnvel bara bæta eins í og við bætum í á móti og þá geta það góða hluti gerst hjá okkur í sumar. Donni, við höfum séð í stórum deildum erlendis að þó að séum við góða forystu og miðja á miðju tímabilana þá getur allt gerst og það gerist þannig að maður spyr að leikslokum. Já, það er nákvæmlega þannig. Við munum hvernig var 2017 hjá okkur þegar við vorum ansi vanlega forystu og svona gerum þetta pínu spennandi í lokin og það getur allt eins gerst núna að liðin eftir að spila innbyrjast 2 sinnum, liðin sem eru frá okkur og þau eftir að spila við okkur aftur 2 sinnum þannig að það getur svo sannarlega allt gerst í þessu og við gefumst aldrei upp. Donni, ég segi bara gangi vel á morgun og áfram Þór KA. Já, takk fyrir það, takk.